Burkni, 17. skipti sem að þú heldur úti víðámslaupi framfara. Víðámslaupa röð framfara. Hlaupa röð, já. Hérna, þið ætlast alltaf að finna eitthvað skemmtilegt svæði til að hlaupa á. Það var skemmtileg braut í dag og það var svolítið fjöldið það ekki? Mér sýnist þetta vera þáttakumett. Ég held að við séum upp undir 50. Ok. Það bara frábært. Haugur á krökkum og haugur á nýgræðingum og bara frábært. Geggjað veður. Ok. Svona þegar maður fá hitta í skrokkin. Já, útfærslan á þessu hjá þér, hvernig er þetta? Þetta er tvískiptið það ekki? Jú, þetta er stutthlaup og langhlaup. Stutta er yfirleitt kilometri, langa yfirleitt 5, 6, 7 kilometrar eftir aðstæðum. Já. Og yfirbyggingin er hugsuð sem svolítið svona pop-up hlaupapartí. Já. Svona lágmarks yfirbygging og ég hef staðið mestmegnis í þessu einn en ég hef búin að fá frábæra aðila til liðs við mig núna. Bæði styrktaraðila og hjálpar menn og konur. Og þannig að nú erum komin sjálfur tímataka og allt svona í svona svolítið flottari farvegi. Þannig að þetta er orðið bara nákvæmlega eins og ég vil hafa þetta. Já, það eru 2 hlaup eftir pluss víðámshlaup Íslands í október. Hvar verða þau? Víðámshlaup Íslands eru næstu helgi. Það er í Laugardalnum við hliðina á ISI eða Laugardalshöllinni. Og annað framfarahlaupið er eftir 2 vikur við Gufunesbæ í Grafarvogi. Og síðasta framfarahlaup er hefðin í samkvæmt við Borgarspítalann. Já. Það er lögþing, það er varnarþing og heimavöllur seríunnar. Ertu að nota sömu brautina þar svolítið eða ertu aðeins að leika þig með það svæði? Ég hnika henni alltaf svolítið. Ég hef aldrei nákvæmlega eins 2 ár í röð. En þetta við reiknumst til þetta séu svona 8 til 10 möguleikar. Já. Hvað segðu mér fyrir svona þennan hefðbundna, þennan venjulega skokkara. Hvaða svona tækifæri gefur þetta hlaup honum? Af hverju ætti hann að mæta í þetta hlaup? Þetta er fyrst og fremst bara ógeðslega skemmtilegt verkefni á haustmótni. Já. Þetta er skemmtilegra en að mæta á venjulega æfingu og þetta er skemmtilegra en að mæta í götuhlaup. Og það eiga allir erindi. Þetta er alls ekki einhvers konar elítuhlaup, það er algengur misskilningur. Já. Þetta er hlaup fyrir alla og ég tek sérstaklega vel á móti fólk af alls konar getustigum og krökkum. Já. Krakkandi geta þá léttilega farið þarna í stuttarhlaupið? Já, það er nefnilega málið. Og ekki það er oft mjög hart barist í stuttarhlaupinu og það á öllum getustigum. En það er fyrst og fremst það krakkarnir sem að sækja þar ykkar. Heyrðu frábært, við bara vonum að þessu fjölgi núna meir í október. Takk hérlega. Takk.